Já, það er náttúrulega hægt að fara inn á bara síðuna hjá Tryggingastofnun sem tr.is og þar svona yfirlit yfir í rauninni lágmarksgreiðslur sem að fólk fær eftir því hvort að það hefur einhverjar tekjur eða ekki, hvort það býr eitt, það skiptir til dæmis líka máli, hvort það eru börn á heimilinu og svona. En eins og ég var þar, getur maður séð þar einhvers staðar, maður alltaf fær það á móti líka? Nei, það í rauninni sjúkrasjóðirnir greiða yfirleitt 80% af sem sagt meðaltekjum síðustu 6 mánuða. Já, en eftir það, sem þú segir sem að koma örorkubætur? Já, þá sem sagt þetta yfirlitsblað inn á vef Tryggingastofnunar. En það segir í rauninni ekki alla söguna vegna þess að... Allir voru ekki, ég fikk sjokk í þessu. Já, vegna þess að sko það sem sagt lífeyrissjóðsgreiðslur hafa áhrif á sem sagt það sem að Tryggingastofnun greiðir. Þannig að maður veit það í rauninni ekki, þetta fer í rauninni eftir því hver og einn fær mikið frá lífeyrissjóðnum, hversu háa greiðslurnar eru frá Tryggingastofnun. En þetta eiginlega ómögulegt að vita bara fyrir en að þetta mat hjá báðum þessum stofnunum komið fram, hvað viðkomandi hefur þá í framfærslu.